Hey folks, velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa og í dag verður Felix Bergsson, fjöllistamæður hjá okkur í smá spjalli. Velkomin. Takk fyrir kærlega. Gaman að sjá þig. Takk fyrir kærlega. En við ætlum að taka gott spjall þannig að við byrjum bara kannski á því að spyrja þig hvernig þú byrjaðir í afþreyingabransanum yfir höfuð. Já, þetta er aldrei stór Hvert var spurning. upphafið á öllu þessu? Já, upphafið á því öllu saman var kannski bara þegar ég var barn, þá var ég mjög svona sviðsækin og sótti mjög sviðsljósið. Þetta er svona fallegt orðið fyrir athyglisjúkur. Já, algjörlega. Ég fann að mér leiði mjög vel þar. Já. Og hafði mikinn áhuga bæði á söng og leiklist bara strax frá blautu bassbeini. Já. Og Manstu hvað varst gamall? ég var svona 6 ára, 5-6 ára. Já. Sko, pabbi minn var skólastjóri á Blönduósi á þessum tíma, Já. Bergur Felixson. Og móðir mín Ingibjörg Guðmundsdóttir sem er hjúkrunarfræðingur, þau héldu mjög skemmtileg ammæli alltaf, það var alltaf mikið, mamma spilaði á gítar og það var sett upp svið og okkar ammæli voru alltaf skemmtilegust í þorpinu, það voru leikinn leikrit, Karius og Baktus og eitthvað. Voru þau svona mjög listneið þannig að... Já, bara þú veist svona, voru svona eitthvað neginn, þau voru bara uppátækjasum og skemmtileg, þannig að þetta var bara skemmtilegt. Já, þú færði þetta strax í uppeldi í rauninni að það sé bara svona mjög eðlilegt að fólk sé að koma fram og skemmta í rauninni frá því krakki. Já, og við bara sungum mjög mikið, mamma spilaði og við sungum og þannig að það var alltaf rosa mikið stuð. Og svo man ég að Sinfóníuhljómsveit Íslands kom til Blönduós og spilaði þegar Sinfóníuhljómsveitin fór svona ferður landið. Já. Og þá var stjórnandi Páll Pálsson sem ég átti eftir að kynnast síðar. En þarna að þeir spiluðu í félagsheimilinu á Blönduósi og svo var ég skólastjóri og sonurinn 6 ára látin lappa upp á svið með blómvöndin til stjórnandans. Og ég man þetta ennþá, ég held að þetta sé bara eiginlega eina af mínum fyrstu minningum, þannig að það var einhvern veginn svolítið svoleiðis að það að komast á svið varð bara einhvern veginn dálítið svona mikill hluta mínum karakter og ég bara... Húsið lítur að verið þá þokkulega stórt víst að hún komst hana fyrir. Symfóníuhljómsveitin, já, stórkostlegt samkomuhúsið á Blönduósi, félagsheimili á Blönduósi. Nei, ég ætla ekki til með þig. En það er mjög flott hús og æðislegu bíósalur sem að þar er og sem að Symfóníuhljómsveitin gat sem sagt. Þau eru svo mörg flott þessi félagsheimili út á landi, þetta eru þvílík menningarhús og með betri leikhúsum á landinu eru suma þessum Breivangsleikhúsið til dæmis. Hvað segirðu? Breivangsleikhúsið til dæmis. Já, ég meina bara á Þingeyri til dæmis stórkostlegt leikhús, það var mjög farið að láta á sjá þegar ég kom þar við eitthvað tíðan fyrir mörgum ára síðan, kannski svona 5-10 ár síðan ég lék þar litla leiksýningu en þetta er eitt besta leikhús sem ég komist í á landinu þannig að þetta er svona víða. En þannig var ég sem sagt komin á svið þarna 6 ára og svo svona bara, það má eiginlega segja þar með hafi ég verið eiginlega, það hafi ekki verið aftur snúið og ég var alltaf ákveðin í því að verða leikari. En það er líka svolítið einstakt við Ísland að það er svo mikið af menningu, það er svo mikið af leiklist og bókmenntum og svoleiðis. Og mér finnst það svo gott að jafnvel út á landi það sem er kannski ekki stóri staðir eins og Blönduós, það er samt mjög svona virt leikfélagi eða hverjum bæ og þannig að þú færð þessi tækifæri þó að þú alist upp út á landi, það er ekkert bara eitthvað ég bara ólst upp í litlum bæ þannig að það var ekkert í gangi. Eins og margir aðrir segja sko, ég fór til Reykjavíkur að þú veist, tala jafnvel í öðrum löndum þeir fóru stóru borgarnar af því að það var ekkert að gerast út á landi. Já, ég held nú að mörgum líði nú þannig að það sé lítið að gerast í mörgum af þessum plássum en það er óneitanlega þannig að þar sem lítið er, þá verður fólk bara að búa þetta til sjálft og það gerir það og það er það sem er algjörlega frábært við Íslendinga, menn bara gera og það er bara frábært. En ég semst fór síðan í Melaskóla, fluttu við suður og ég fór í Melaskóla 8 ára gamall og vildi strax komast í Melaskóla kórinn og var ákveðin í því, bara 8 ára, ég ætlaði Melaskóla kórinn og hann sem var þá stúlknakór og Magnús Pétursson sem þar var kórstjóri og var þekktastur kannski fyrir að vera sá sem að spilaði á píanóið í morgunleikvuminni í Ríkisútvarpinu með Valdimar Örnólfssyni og var alveg stórkostlegur tónlistarmaður og stórkostlegur í rauninni kennari og ein mín mesta gæfa hafa kynst þeim góða manni þannig í Melaskóla 8-12 ára gamall en hána fannst þetta svo fyndið þegar þessi litli tittur kom hann og krafðist þess að fá að vera með í kórnum bara krafðist jafnréttis að hann sagði þú mátt vera með í kórnum ef þú finnur annan strák til að koma með þér og ég fekk Hafstein Gunnar Jónsson, skólafélaga minn með mér í lið og saman breyttum við stúlknakór Melaskóla í samkór og hann hefur verið það síðan þannig að ég var mjög ákveðin í því ég var bara mjög ákveðin í því að þetta var það sem ég langaði til að gera og svo var æðislega lúðrasveit í Melaskóla og þar kom aftur Téður Páll
Pálsson við sögu, þetta eru stórkostlegi listamenn sem í rauninni þarna leggja grunninn að svona þessu tónlistar og lista uppeldi sem maður fær. Já, þetta er einu stórmerkileg saga sko. Í rauninni og hvernig tónlistarlíf á Íslandi hefur verið keyrt áfram af mjög flottum listamennum oft á tíðum og að því að menn eru náttúrulega kannski hafa ekki eins mikið að spila eins og í stórum samfélögum erlendis að þá eru þeir að kenna og þá fá börnin bara eins og ég segi bara reynd frábæra listamenn til þess að vera með sér. Og líka það að að því að landið er svo lítið og við erum svo fá að sko börnin okkar eiga að kosta að starfa með kannski alveg súper listamönnum á okkar mælikvarða. Já, það er algjörlega þannig. Það er bara svoleiðis. Við sjáum bara Sigurð Beinteins og þær allar sko. Já, akkurat þær eru með sönglistina og fullu. Nei, þannig að þetta var svona var byrjunin. Svo bara kom þetta koll á kolli. Ég komst inn í mitt fyrsta barnaleikrit í Þjóðleikhúsi því ég var 11 ára gamall. Já. Og fekk þar með mitt fyrsta svona atvinnumannstækifæri. Ég söng á plötu fyrir Sameinuðu þjóðirnar sem sólóisti með Melaskólakórnum. Þegar ég á svipuðum aldrei 11-12 ára. Og þannig að ég var bara mjög snemma byrjar að vinna í rauninu. Svo lék ég í fjöldanum öllum á útvarpsleikritum. Þannig að ég var fann að vinna við listir bara sem barn. Já, þú þekkir eiginlega ekkert annað. Varst það að fá borga fyrir það? Já, hann að fá borga fyrir, já, algjörlega. Nei, í raunin ekki og aldrei kom neitt annað til grein en að þetta yrði mín leið í lífinu. Það var svo merkilegt. Ekkert annað hefur hvarflað þig bara? Nei, kannski svona, eitthvað svona hugsað, ég gæti gert þetta, ég gæti gert hitt. Ég hugsaði ekkert hérna, ég gæti alveg hugsað mér að reka veitingastað. Já. Svo kom bara Þórir bróðir og tók það að sér og ég látum hann bara að reka Bergson Mathús og það allt saman og gera það af stakri snilt. En þú ekki velti fyrir að vera einhver svona með leiklistri, einhver svoleiðis? Nei, í rauninni aldrei. Hins vegar hef ég mjög mér hefur líka mjög vel að hreyfa mig inn í þessum svona skemmtana geira. Já, prófa eitthvað nýtt. Þannig að ég er mjög svona laus í rásinni út í það farið. Ég verð mjög illa festur niður. Ég hef verið frílans allt frá því ég byrjaði. Ég hef verið frílans listamaður í rauninni alla tíð, allt frá því að ég í rauninni verða atvinnummaður þegar ég byrja að syngja með greifunum. Já. Og hef aldrei í rauninni litið tilbaka í því. Ég hef alltaf viljað stjórna mínum ferli sjálfur. Ég hef ekki viljað fara fastráðningar í leikhúsi eða hjá fjölmiðli. Já. Heldur í rauninni stjórna mér sjálfur með hvað stefnu ég vil taka næst. Já, stundur svolítið stressand á haustin en það er hafi eitthvað stafnu höfður viturinn. Er það ekki það sem að mjög margir listamenn vilja gera en þóra kannski ekki alveg af því að þú færð fastræðingu þá ertu þá allan örugur með tekjur? Jú, auðvitað og ég meina það er bara fullkomlega skiljanlegt en það var svona, þetta var ákveðin hugarfarsbreyting. Við vorum nokkur að koma frá Bretlandi þegar ég er útskrifaður leiklistanámi þannig kringum 1990. Já. Og við þekktum þennan veruleika þaðan og við vorum nokkur sem vorum ákveðin í að þetta var það sem við vildum og það varð ákveðin breyting í íslensku leikhúsi á þeim tíma. Það kemur mjög sterk kynslóð þarna í gegn sem eru Baltasar og Ingvar og fleiri og síðan Hilmir Snær svona á eftir mér og Steinun Ólína og fleira, þetta fólk allt saman. Þessi kynslóð kemur mjög sterk inn þarna á þessu tímabili og þar verður svona ákveðin hugarfarsbreyting því að það gekk alltaf allt út á það að fá bara fastráðningu annarkvort að leikfélagi Akureyrar, leikfélagi Reykjavíkur eða Þjóðleikhúsinu, það var bara þanga vildi fólk komast og þar og alltaf það bara vera það sem eftir væri ævinar. Ég hef heyrt líka að það hafi verið mikil bylting þegar fastráðningarna komu til að byrja með. Já, ég ekki trúið því. Af því náttúrulega í gamla daga var ekki hægt að vinna við þetta nema upp að mjög litlu marki og þá voru, ég hef heyrt að mjög margir hefur glæðir þegar fastráðningarna komu. Fastráðningarna komu með Þjóðleikhúsinu, Þjóðleikhúsinu náttúrulega 1950 þá fara leikarar á samninga og þá voru leikarar með prófessoralaun þá þótti leiklist vera það merkilega að leikari fekk sömu laun og prófessor á háskólan. Það hefur nú dálítið mikið breyst. En væntanlega þá fáir þessar stöður, er það ekki? Já, ég er ekkert viss um það ég meina Jú, það náttúrulega hefur fjölgað mikið í geiranum en þeir voru færri á þeim tíma en það er sama, þetta þótti mjög merkilegt þar og auðvitað á þessum tíma var bara Þjóðleikhúsið var svo og náttúrulega leikfélagi Reykjavíkur og fyrir það voru náttúrulega gríðarlega mikilvægar menningastofnanir. Það er það enn þann dag í dag en ég held að menn hafi gerið sér ekki grein fyrir hvað það var á tímum þegar þú hafðir ekkert Netflix og ekkert sjónvarp og þetta var bara það sem og fólk beið allan veturinn eftir að fá Þjóðleikhúsið í heimsókn. Það er kannski að því þú gjörð þekkir þetta að þá kannski gafin að spyrja því
hefur þetta breyst eitthvað einmitt með tilkomu netmiðla og Netflix og allt þetta, hefur þetta eitthvað breyst ásóknin í leikhús, hefur hún eitthvað minkað? Nú kann ég ekki tölurnar nei, það held ég ekki, sko, ég held að menn bara vinna þetta öðru vísi. Já. Það náttúrulega ótrúlega leikhúsaðsókn í Íslandi og það er kannski það sem að við íslenski listamenn búum við, sko, er þessi ótrúlega menningar neysla á Íslandi. Íslendingar eru gríðarlega menningarneytendur, bara að fara á tónleika og fara í leikhús og njóta þessum upp á boðið. Það er bara nýliðin helgi, bara undirlöðu menningu. Ég er bara alveg mögnuð, sko. Og svo allar skrúðgöngurnar sem eiga sér stað hérna í samfélaginu. Já, svo er það náttúrulega eitthvað allt annað máli. Fiskidagurinn. Akkurat, og það er bara búin til þvílíkur tækifæri fyrir tónlistamenn að sýna hvað í þeim býr. Já. Þannig að að þýletunum til getum við bara verið þakklátt, en á sama tíma líka held ég að Íslands samfélag getur líka verið þakklátt fyrir sína listamenn, því að við eigum gríðarlega flott lið, sko. Nákvæmlega. En þegar að þau koma þarna inn, Steinólin og Hilmi Snær og Kó og breytist þá eitthvað hvernig leikhúsin vinna með, eru þeir með styttri samninga eða eitthvað svo? Já, það er bara í rauninni fer fólk, sko, ræður fólk sig bara, það í rauninni ræður sig jafnvel til ás eða jafnvel bara í eitt verkefni. Þannig að, og svo breytir Magnús Geir þessu ennþá meira þegar hann í rauninni fer að vinna meira með það að sína sýningarnar þéttar og í styttri tíma. Það var gjarnan þannig þegar ég að byrja að við vorum að leika kannski, vinsæl sýning var ekki leikinn samt með 2 í viku. Skilurðu, þegar ég lék Gauragang, þá lékum við 100 eitthvað sýningar á Gauragangi, en það tók okkur alveg 2 ár, sko. Já. Því að þannig að við lékum bara á föstudögum og laugardögum í 2 ár. Þannig að en það má segja að Magnús Geir hafi svolítið breytt þessu mikið þegar hann tek upp fyrstu leikfélag og síðan Borgarleikhúsinu, hann í rauninni fer inn þessi að leika frá 3. til miðvikudag til 5. og alveg fram á sunnudag. Eins og þau hafa til þess að keyra Mamma Mia eða Billy Elliot eða það allt saman. Sem væntanlega miklu sniður af því að þá getur þú tekið það sem vinsælt akkurat þá. Algjörlega. Keyrt á því og svo það búið. Svo það bara búið og þá pláss fyrir hitt. Þannig að það er svona, en það líkara módelinu sem þú sér annar staðar í heiminum, skiljum. Það má í launin segja það. Og festir heldur ekki leikara í 2 ár í sama leikritinu. Algjörlega, og ekki á launum, það er náttúrulega í rauninni hagstæðara líka fyrir leikhúsið og kannski á missamóta þægilegra fyrir þá sem vilja vera frílans og vilja vera frekarlausir við að vita bara þessi fastir í þetta marga mánuði. Tökum sem dæmi Helga Björns í Mamma Mia, þá veit hann bara hann er fastur í Mamma Mia í þennan tíma og svo er hann bara laus. Og það er kannski líka, ef maður veldur fyrir sér, hvað þetta skiptir gríðarlega máli, sko, bæði það að leikhús þeir sem taka ákvarðanir í leikhúsinu velji rétt leikverk, rétt hlutverk fyrir rétta leikara og svo framvegis. Þetta er sko gríðarlega pælingar þarna bakvið. Já. Þetta er ekkert grín, sko. Það er sko ekkert grín. Nei, það er líka, maður tekur eftir í þegar það er kannski bíómynd eða eitthvað og það snýst allt að þetta er heillandi einstaklingur sem allir bara ástfangnir af. Og ef að áhörundur heillast ekki með einstaklingnum, þá trúa þeir bara ekki bíómyndinni. Og eins með leikrit eða eitthvað, þú þarft að velja akkurat réttu manneskjunum sem virkar rétt. Og þú hefur ekki mikinn tíma til að kynnast persónu í leikriti eða í bíómynd í rauninni meðan við í lífinu, þannig einhver sem að virkar kannski svolítið svona þurr á yfirborðinu eða eitthvað, hann mun bara virka þurr alla myndinu eða all leikritið. Já, þetta er svona spurningum en ekki kallaður X-faktor. Já. En það er að hafa það. Það var þess að rétt útgjöslun sem að Ég held að kannski að fólk gerir sér kannski grein fyrir allri vinnunum sem ykkur á bakvið eina leiksýningu, hún er alveg gríðarleg. Já, hún er mikil. Já. Hvernig, svo bara að muna texta og svo framvegis og það er einu útrúlegt með hvað við fá hérna að það takist yfir höfuð að sko reka leikhús og geta borga leikurum sæmileg laun. Já, það er bara það helgast að þessu, bæði að við höfum sem samfélag ákveðið að við ætlum að styrkja menningulistir og í rauninni að ganga til samstarf við listamennum að þjóðin fái ákveð mikið af menningu. Sinfóníuhljómsveit, dansflokk, þjóðleikhús og þetta allt saman. Er listin kannski svona samningatál? Ég ekki spurning og litlu málsvæði eins og Íslandi bara er engin spurning að þetta er bara svo mikilvægt að við séum að hlúa að tungumálinu og við séum að hlúa að okkar sko menningu og okkar arfleið einhvern veginn. Að við séum að horfa vítt en við séum líka að horfa svolítið inn á við. Það er bara mjög mikilvægt. Já, og það er ekkit endilega neinn þjóðuremba í því að eins og núna er aðal atvinnuvegur okkar er ferðamannabransi og þegar ferðamenn koma þá vilja þeir ekkit sjá land sem er bara ekkert nema McDonald's og allir Íslingarnir orðnir að Amerikunum eða Bretum eða eitthvað svolítið. Þeir vilja náttúrulega sjá okkar sérkenni og vita
hvernig við hugsum sem þjóð og hvað öðru sér okkur og hvað hefðir við höfum. Ef við gleymum því að þá miklu leiðilega að koma hingað. Það er engin spurning. Ég man einmitt að farið á litla eyju í Karabíska hafinu sem heitir Trinidad og það var akkurat þessi tilfinning. Það var ekkert nema Kentucky Fried Chicken á hverju götuhorni og svona amerísk shoppingmál og þetta var bara einhvern veginn, maður hugsaði bara hver eru þið sem búi hérna? Hvaða fólk er þetta sem er hérna? Fela sig örugglega bara fyrir túristunum. Já, þú veist, en það var svona, þú veist, einhvern veginn einkenni þjóðar fara einhvern veginn að þurrkast út þannig að það er mjög mikilvægt og minningin er mjög mikilvæg í því að við einhvern veginn höldum í okkar sjálfsvirðingu. Já, og við alveg sammála því að til dæmis sem leiðsögumaður sem ég hef svolítið verið að starfa sem að ef þú getur gefið með einhverja sjónarhorn inn í íslenska menningu, eitthvað sem er einstakt við íslenska menningu eða lifnar hætti gamla daga, einhver svo sögur að þá finnst þeim það oft óbóðslega áhugavert sérstaklega ef það er einhvern veginn mjög ólíkt eins og þú veist hvernig Ísland á svona hefð af rýmum og eitthvað svoleiðis hvernig einhverjir bændur voru að kveðast á einhvern níðkveðskap af því að yfir merkingum á eyrum og rollum af því að þeir voru rífast hverjáttu hverja og voru með svona níðvísur og þetta er eins og, maður getur sagt þetta er eins og svona rap battle, gamla tímans. Túristin finnst mjög gaman að heyra svoleiðis. Algjörlega, ég meina það en svo er þetta líka, sko, er þetta náttúrulega eitthvað sem að fólk þekkir líka úr sinni menningu en er kannski aðeins öðruvísi hjá okkur, skilur þú veist, það er svo sem við erum ekkit, þó við séum eiland þá erum við í rauninni ekki eiland þegar kemur að ýmsum hlutum, við sækjum okkur áhrif og við sækjum okkur strauma annars staðar frá alla tíð, alveg frá landnámi þannig að það er líka það er svolítið gaman að reyna að finna þessi kannski samevrósku áhrif og annað slíkt sem maður má finna í íslensku samfélagi. Já, það eru oft svona mjög líkar sögur, kannski sögurnar íslensku tröllin eru kannski svipuð og einhver annur tröll annars staðar. Algjörlega. Og saganum sem sagt mannin sem að tók Selsam, fann fólk dansandi Albert í einhverjum helli og Selsam og tók Selsamin og þá var konan eftir Albert og hann giftist henni og svo lokaði hann Selsamin í kistu og hún fann hann og slapp og varða seli og hoppa út í sjó. Þetta er svona fræg saga frá Suðurlandi að konan mín var leiðsögumaður og sagði þessa sögutíma og þá kom einhver og sagði við hann að við erum líka með eins sögu í okkar landi. Akkurat. Þannig að þetta er ekki allt einstakt en... Nei, alls ekki en eins og ég segi sko, en tungumálið er grundvallaratriði þessu. En er leikhúsið farið að fókusera kannski á ferðamannabransan? Það er að segja verið að fara að setja eru leikverk sett upp á ensku fyrir ferðamenni eða eitthvað slíkt? Jú, það er náttúrulega, við þekkjum það náttúrulega eitthvað af því. Það, sko, ég var aðeins að stúsast í þessu á sínum tíma, sérstaklega sem ungu leikar að reyna að koma upp einhverjum túristasýningum annað slíkt og það gekk ekki neitt. Það myndi kannski koma núna. Já, það gengur núna, en það gengur á einum stað, það gengur í Hörpu sko og það er náttúrulega bara með fullri virðingu fyrir mínum góðu vinum bæði Jóa G sem er þar með vikingasýningunum sína og Bjarna Hauki og Sigga Sigurjóns með How to Become Icelandic. Já. Er að það er náttúrulega húsið sko, fyrst og fremst það vantaði eitthvað í húsið náttúrulega er gríðarlegt aðdráttarafl og fólk þegar kemur í húsið þá vantar það að sjá eitthvað sko. Þannig að, en svona fastar sýningar annar staðar hafa í rauninni ekki gengið, hins vegar eru margir sem að hafa atun af því að skemmta og koma fram fyrir bara til dæmis gesti á skemmtiferðaskipum eða annars slíkt sem hingað koma og eru bara fengnir til þess að umboðsskrifstofum bæði hér heima og utan úr heimi. Ég veit til þess að Þórunn Klausen er á fullu að leika Guðríði ein leikinn sem hún var með Guðríði Þorbjarnardóttur, hún er að leika það víða og þannig að það er svona ýmislegt sem og miklu meiri möguleikir í þeim efnum en svona fastar sýningar, ég held að eini staðurinn sem í rauninni virkar með það er Harpan sko. Já, það er náttúrulega þetta hús blasir við á höfninni, allir spyrjum það er sagt í öllum leiðsögnum, þetta er Harpan og þetta er þannig að það beinast allir en borgarleikhúsið eitthvað upp í Kringlu það er ekkit líklegt að einhver túristi kannski rambi á það. Það er ekki inn í Þjóðleikhús, þannig að það er og ég meina ef þú bara hugsaði sjálfur skilur þegar þið farið til útland er þið að leita að einhverjum sýningum og ensku, maður er það nú ekki svo sérstaklega. Einmitt út frá þessari pælingu, þá veldi ég fyrir mér væri ekki bara sniðið að markasetja það þá sérstaklega út í útlandi, bara skelltu helgin á leiksýningu á Íslandi og kíkt á Gullfoss og Geysir Jú, ég meina það er alveg hægt og ég meina leiklist er náttúrulega markasett en það er kannski svona
ég held að frekar að það sé kannski sko, ég held að við séum frekar þá að markasetja bara hreinlega hátíðir eða þú veist, listahátíðir Reykjavík ætti að vera hægt að markasetja sem slíka eða Airwaves einmitt, sko, mjög gott dæmi eða Secret Solstice eða hinsegin dag eða hvað það skiluru, en ég held svona sko Reykjavík verður seint sko markasett sem leikhúsborg fyrir útlendinga London hins vegar til dæmis hefur það London, þar bara eru allar leiksýningar á ensku og þeir bara markasetja sig sem leikhúsborg og kannski af því að það enskan móðumálið og hluti af, og bara stór hluti af þeirra túrisma kemur bara hreint og klárt í gegnum leikhúsið, það mjög athyglisvert. Það rosa margir sem segja ég að fara til London og sjá óperuna. Já, algjörlega. Kannski verðum við bara ekki nógu sannfærandi að við flytjum leikhús á ensku. Jú, ég held að við séum, en það bara, ég held að við bara vera markasetja, þú veist, þetta er bara markasetja hluti, með þetta fínt með og ekkert mál með það en svona aðfengin reynslu þá þetta svona aðeins flóknara en svo sko. En náttúran náttúrulega dregur mest að Íslandi alveg tvímælalaust og það hægt að svona fá fólk inn á sýningu náttúran sterk að hún slæri öll út bara ég held eins og að sko listamennin hafi gert mjög mikið til þess að markasetta þetta land og ég meina bara ég held að bara hlutur Bjarkar til dæmis í því öllu saman sé sko ómetanlegur, við sjáum líka hvað gerist með fótboltalandsliði og nú Kaleo og Kaleo og Of Monsters and Men og fleiri þannig að þetta bara skiptir þetta vinnur allt saman það líka náttúrulega núna mikið af svona hestaleiksýningum það sem að það ég man ekki hvað þetta heitir það einhver svona sýning þar sem allir eru það í reiðhöll einhverju og þeir koma á hestum og leika einhverja vikingóksleið þú ert að blanda saman svona í alveg en þeir hlust á Flæðiskir útvarpi sögum Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökku Víðsleifsson hér með mér og Felix Bergsson er gestur okkar í dag hvað við kallaði, leikara, söngvara bara listamann fjöllistamæður finnst mér svo gott og ætlum að heyra hérna lag á eftir það sem einmitt Felix Bergsson syngur með greifunum Greifarnir og draumadrottningin Felix Bergsson forgöngu þetta þetta fekk ég að syngja þetta alveg ótrúlegu texti sko þetta flott og með fallegt þýtt ár og líka menn hann var alveg súper og ég vissi upp á hár hvernig hún myndi líti út þegar hún verið allsber þetta dýrar verður bara valla vort þetta rosalega texti við vorum 19 það eru málspætundar það er svona ungur þú ert í greifunum ég var 19 ára því ég get eftir í greifuna ég man alltaf best eftir þjóðhátíðarlaginu upp í tjaldi út í skógi hvernig sem það var út í hátíð einhvern tíma hefur nú ekki fengið að spila þetta bara úr sko Nei, kannski ekki það er fristikkistu lagi, það hefði alltaf farið inn á RÚV á einhverjum tímanbúndi en þetta er svona, þetta er tímandi breytast á menninni með algjörlega, það er bara svo leiðis og sem betur fyrr kannski já, algjörlega og það er bara ég er nú mikill talsmaður þess að heimur batnandi fari og hef mikla trú á því og gríp gjarnan í að vitna í Hans Rosling þegar menn fara að segja allt sé á vonar völ og bara hvetja fólk til að kíkja á myndbönd Hans Rosling á YouTube og sjá menn að heimur batnandi fyrr að gera, kíkja á það en þú varst í öllu þessu leikustúsi svo reyndur náttúrulega fyrir því söngi hefur reynd ykkur af fleiri listgreinar til þess að margir gera mála Nei, það hefur ekki gert alveg klata sko, að dansa og mála þar er ég alveg sko, þar við skulum alveg gleyma því sko tónlist og leiklist og svo hef ég náttúrulega stundaritt störf heilmikið sko þannig og svona í því sem ég hef verið að gera í gegnum tíðina þannig að það má segja ég hef svona komið á þessum þremur þáttum mjög virt Hvað á listgreinum finnst þið skemmtilegast að stunda? Það er nú svona bara fer eftir því hvað það er sko í það skiptið, mér finnst þetta allt mjög skemmtilegt mér finnst mjög gaman að skrifa sérstaklega þegar maður kemst í eitthvað flæði og mér finnst mjög gaman að skrifa með til dæmis eins og vinur mínum Gunnari Helgasyni það er gríðarlega gaman að skrifa með honum bæði þegar við skrifum stundin okkar og skrifum barnaleikrit og ýmislegt sem við gerðum í gegnum tíðina það er alveg ótrúlega gaman að gera það sem sagt í samvinnu og svo þegar ég hef verið að gera músík er bara þar bara dettur maður inn í són sem er mjög skemmtilegt líka Það er líka svolítið gaman að sjá sko hvernig þið smullu alveg saman Við Gunni? Já það var eiginlega alveg magnað að sjá það sko Þið voru bara eins og Prins Pólo og Kók sko Já, það var alltaf þannig Við kynnumst sko, við kynnumst sem ungir leikarar í talsetningu Ég náttúrulega lærði út í Skotlandi sko, ég lærði ekki hérna heima Ég fór til Edinborgar og lærði leiklist og var orðin svona upplifað að ég þyrfti aðeins að komast í burtu eftir greifatíðanbilið
svona fólk vissi hver ég var og svona og ég var einhvern veginn ekki á því að mér langaði til þess að vera hér, mér langaði að komast burtu bara hreinlega og slakaðans á. Já, bara komast annað og ég hafði alltaf mikla útrá þannig að ég, og þá var enda eiginkona mín fórum til Edinborgar og námum þar og þegar ég kem heim og hef vinnu hér á Íslandi fyrst hjá Leikfélag Akureyri og nú ræði Alla Bergdal hérna áðan, hann var meðal vina minna þar á Akureyri, meðal fyrstu samstarfsmanna og svo fer ég í talsetningar á fullu og þar kynnist ég Gunnar Helga og við vorum að vinna hér bara hérna í rétt í nágrenninu hjá okkur við að talsetja myndir fyrir stöð 2 við fengum báði ráðningu við það og lékum þá duett þar sem að heita hérna Berti og Árni Bert and Ernie hérna í Sesame Street þáttunum, veit ég hvort þið þekkið það Jú. Eru þið ennþá að tala fyrir þá að þáttunum sem það var nú bara hérna í einhver 4 ára en þá semst verðum við í rauninni bara perluvinir og við sátum gjarnan og vorum að ræða málin á kaffistofunni og sérstaklega barnaefni og annað slíkt báðir farnir að leika heili mikið, báðir að leika barnaleikum og báðir að gera mjög mikið á þeim tímapunkti og þá var búið að bjóða mér að taka við stundin okkar og ég í rauninni hafði svona slegið það frá mér bara á þeim forsendum að ég væri það upptekinn sem ungur leikari, ég hefði bara ekki tíma til að gera það með öllu hinnu og ég segi þeim frá því hérna á kaffistofun og þá segi Gunni, ég skal gera það með þér og við hringdum í Sigríður Sigurðardóttur sem var yfir barnaefni á sjónvarpinu og bauðum henni þetta og hún sló til og úr varð duettin Gunni og Felix. Þetta farsælega samstarf. Já, sem hefur staðið síðan. Fyrsti þáttur stundarinnar okkar fer í loftið haustið 94. Já. Og hvað voru þið lengi í loftinu bara með þættina þessu? Hvað voru þið lengi með þættina þið tveir? Við vorum 2 ár með stundin okkar. Það var nú ekki lengri en það. Samt allir eftir þessu. Já. Við bara keyrðum svolítið á þetta. Já. Við unnum þættina mjög vel, þeir voru mikið skrifaðir, við vorum með frábæra listamenn með okkur, með eins og Hallgrím Helgason og Þorvald Þorsteinsson, rithöfund sem að blessu sér minning hans. Þeir voru líka að skrifa fyrir harða gagnrýnis hóp, sko. Já, og það var náttúrulega, sko, mikið hort. Við sko kannski líka verðum að horfa líka til þess að þetta er á þeim tíma sem að sjónvarp það er bara mikið áhorfa á sjónvarp. Þetta er svona einhvern veginn það tímabil, sko. Já, og það er svona ekki alveg komið þetta tímabil sem að efnið flæðir yfir sko. Þannig að það var heilug stund að setjast niður klukkan 6 og horfa á stundin okkar, það var bara þannig að þetta var bara, og við skrifum við gerðum þessi 2 ár og svo gerðum við jóladagatal jólin 96, við klárum hérna vorið 96 stundin okkar og gerum svo jóladagatal sem kemur hérna jólin 96. Og hvernig viðtöku fekk jóladagatal ykkar? Þær voru frábærar og það er ennþá eitthvað það allra vinsalasta sem við höfum gert. Það heitir Leitin að völundinni. Jú, og nokkrum sinnum og að detta inn á netið núna loksins, þetta er allt svolítið flókið því auðvitað má það ekki fara inn á netið því að það eru þarna ýmsir samningar og annað slíkt sem að gera það verkum og þetta er bara eign Ríkisútvarpsins og það á bara að sýnast þar. En mér skilst að það sé verið að ganga frá því núna að það sé bara að þetta fari inn á krakkarúf og verði bara alltaf til. Það er nú svolítið sorglegt að einmitt í geymslurúf er alveg fullt af flottu efni. Já, þetta sem er bara læst í hirslum. Já, nei, þetta er alltaf dett inn maður. Þetta er alltaf komið, það var komið nýja samningar og þetta er alltaf dett inn og í krakkarúfi náttúrulega bara draumur að rætast og Magnús Geir mjög, sko, ef þetta verður legacy að Magnús Geir sem útastjóra þá er það stór og flott legacy því að þetta er náttúrulega bara þetta er það sem þetta sem skilur eftir sig. Já, ég meina þetta er bara draumur að rætast þetta að krakkarúf sé vera til, það sé alvöru áhersla á barnaefni hjá Ríkisútvarpinu því að þetta er náttúrulega ein af stoðunum, eitt af því sem Ríkisútvarpið og ástæðan fyrir Ríkisútvarpið er til. Já, og líka sko bara skrýta þetta skulle ekki verið gert fyrir nú. Já, það er bara sérstaklega mynd að blóma árum ykkar Gunnar. Já, þetta var bara flókið og þegar við ætlum að gefa út á DFT nokkrum árum eftir við hættum stundin okkar með Gunnar og Felix og það var bara eiginlega eins og það væri verið að draga tennurnar á fólki að fá það í gegn að það er gert. Já, en það er náttúrulega augljóst að þú vilt vernda íslenska menningu og sérstaklega íslenska máli þá náttúrulega byrjaru á krökkunum. Það er augljóst, þannig að þú verður að hafa sterkt barnarúf fyrir bara það að við ætla tungumálunum ekki annað. Já, algjörlega. Þannig að horfa krakkarnir bara á eitthvað barnaefni og einsku og bara gleyma íslensku. Er það ekki líka þannig að það tæknir svolítið að sigra reysan, það er að segja rúf
að ef að menn hefði ekki komið sér sjálfur á neti þá hefði einhver tíma lekið á neti hvort þið? Jú, auðvitað og það náttúrulega þetta inn í veruleiki og hann náttúrulega og það náttúrulega eðli svona stórra fyrirtækja sem eru dáttlega risaeðlu stundum Já. að þær hreyfa sig hægar Heldur betur. Og en menn eru mjög meðvitaður um það núna og náttúrulega roof.is bara breytast gríðarlega með möguleikum í sarpi og öðru slíku bæði podcast og annað slíkt, þetta er bara orðið, þetta er allt annar veruleiki en þegar ég hóf þetta störf í kringum 1990. Já, en mér fannst ótrúlega að heyra þetta hefði bara verið 2 ár því þetta hefði lifað svo lengi og svo margir sem muni eftir þessu og krakkarnir mínur ennþá hlusta á Gunnar og Felix. Já, svo náttúrulega við héldum síðan áfram sko að gera efni sko, við fórum að gera geisladiska og við fórum að gera DFD-diska og við héldum áfram að búa til barnaefni bara sjálfstætt og það hefur lifað og við erum ennþá að skemmta, við förum ennþá á nokkra staða á landinu á ári og sérstaklega á sumrin og skemmtum okkur konunglega og það er bara ótrúlega gaman og erum ennþá aðeins að gera músík og svona að senda frá okkur hitt og þetta. En að því að þið náttúrulega voru að búið til músík saman og ég fann eitt lag og ekki bara heyra það. Já, bróður minn, Gunnar og Felix og þetta er lag eftir Ómar eða ekki, Ragnarsson? Jú, þetta er sko, við gerðum plötu fyrir nokkrum árum síðan þar sem við bara tókum barnalög Ómars Ragnarssonar og endurgerðum fyrir nýja kynslóð. Já. Og sú plata hefur gengið gríðarlega vel, sena gaf hana út á sínum tíma og við erum að syngja þetta efni út allt, Láturinn lengi lífið og þetta allt saman. Magnús. Út allt og allstaðar. Þetta er skemmtilegt og gaman að ég hafa fundið þetta hjá okkur. Það er algjörða tilviljun. En hafið verið í einhverju samstarfi Ómar eða svona fyrir þetta? Við Gunni? Já. Já, ég er alltaf í einhverju samstarfi og við í einhverju samstarfi Ómar. Það er bara með því að vera í fjölmiðlum. En maður komast ekki hjá því? Nei, Ómar er náttúrulega bara því líkur. Hann er góðsögn. Já, hann er alveg ótrúlegur. Hann er einhver ávirkasti maður sem ég veit. Já, hann hefði verið settur á lyf á einhverju tíma. Og eyðilaður. Já. Nei, hann er alveg ótrúlegur og það er bara alltaf gaman að hitta Ómar og vera í kringum Ómar. Það er ekki spurning. Hann eflir einhvern veginn sköpunargáfuna kringum. Ég held ég að tekið 2 viðtölu á árinu í 2 mismunandi verkefni sem við hafa ekki lítið dagsins ljós. Annars vegar erum við að gera heimildamyndum Karl Möller og sem er í vinnslu núna og þar var Ómar auðvitað og síðan erum við að gera þætti við Margrét Blöndal fyrir RÚV sem er að vinna heitið Veröld sem var og þar kom Ómar auðvitað við sögu líka þannig að það er ýmislegt þarna. En hverju ertu við akkurat núna? Hvað er það að gera núna? Ég hef vonað spurt sémaður. Ég er svona ég er að fara að leika barnaleikritið mitt sem heitir Ævintýrið Vegastein, það leiki ég alltaf fyrir jólin. En þú skrifa sjálfur eða hvað? Það skrifa ég sjálfur og leiki núna í 15 ár á hverjum jólum. Byrjaði í London og kom síðan með að hingað heim og hefur leikið hérna heim á hverjum jólum síðan 2003 og þar er ég að leika Tjarnarbíói, það byrjar bara á aðvendunni, þannig þar verð ég í leikhúsinu, svo er ég náttúrulega á fullu inn á RÚV og verð eitthvað í útvarpi í vetur, það er ekki komið á hreint hvað það verður, það er svona verið að ganga frá því, en síðan er ég að gera ýmsa sjónvarpsþætti, ég er að gera þessa sjónvarpsþætti með Margréti Blöndal sem ég nefndi, ég verð í stórri svona söfnunarútsendingu á allra vörum sem verður núna í lok september, þar sem við söfnum peningu fyrir kvennaathvarfið. Ég verð með þættina alla leið í sjónvarpinu eins og áður og svo er ég orðin farastjóri íslenska hópsins í Eurovision þannig að það er farið að taka ansi mikið af mínum tíma að sinna því. Já, hvernig segðu okkur aðeins frá þeirri upplifun? Já, hún er bara stórkostleg. Er það ekki? Jú, ég er svo mikill Eurovision aðdáandi og verð alltaf meira og meira eftir því sem ég kynnist þessu nánar. Það má ég segja að ég hafi svona dottið inn í þetta, þið voru að spila hérna La Bamba áðan. Já. Og þannig var málmögst þegar ég var að vinna í stóri sýningu sem að Gunni leikstýrði sem var inn í Austurbæ sem var og Ingo Veðukuð lék aðalhlutverkið í en þar vorum við að leika þessa gaura sem að dó í flugslysinu Buddy Holly og félaga og ég lék semst Big Bopper í þeirri leiksýningu og Ingo lék Buddy Holly, þetta er semst saga Buddy Holly og svo var hann Sjóni Brink sem lék Ritchie Valens og söng La Bamba sem tók þátt í Eurovision hann tekur þátt í Eurovision og hann deyr þarna þetta vor sem að við erum í Buddy Holly og hann er að taka þátt í Eurovision og lagið vinnur og þið þekkið það við þessa sögu og vinir Sjóna verða til og það allt saman
En þá nálgast Þórunn Klausen mig og biður mig að vera fjölmiðlafulltrúi fyrir hópinn í Düsseldorf, þetta er 2011 og þannig í rauninni detti inn í þetta. Já, og þetta hefur bara verið svona eins og himnasending fyrir þig. Já, svona, þetta var mjög skrítin byrjun því að þetta náttúrulega var svo mikil sorg og þetta var náttúrulega svo erfitt í rauninni og svo skrítið að vera fjölmiðlafulltrúi, fara með hóp fólks og þú ert í rauninni að selja sögu sem stendur þér mjög nærri og ekki kannski svona svo skemmtilegasta. Nei, ekki mest uppurvandi. En það náttúrulega það sem það sagan sem við höfum að segja, við værum að fara með lag eftir dáinn mann, skilurðu, og þannig að það var svolítið skrítin en ég eignaði strax fullt af vinum. Ég fór ekki árið eftir en árið þar á eftir ég gerður að þul eða kynni. Eurovision sendiherra einhvern. Já, og kynni verð Eurovision þulurinn og gerði það í 3 ár. Já. Og detta algjörlega bólakafinn í þetta og síðan fer ég 1 ár bara sem aðstofamaður Jónatan Skarðarssonar til að undirbúa mig undir það að taka við af honum og svo tók ég við af honum í ár og bara á bólakafinn í þessu. Hvernig finnst þið kenna að þróa svona kennum tíðina? Við sjáum myndir frá því gamla daga þegar þetta var svona á hljómsveit og svona, þetta var fínt og það var meira svona snobb kannski. Saknar hljómsveitarinnar? Ég held að allir gera það að einhverju leyti. Já. En já, það er svona öðru sér stemning kannski núna í dag. Já, hún bara, hún verður náttúrulega að fylgja tímanum. Þetta er stærsti einstaki skemmti þáttur í beinni útsendingu í heiminum. Það ekki stærri, það verður ekki stærri en þetta, 200 milljónir sem horfa í beinni útsendingu og síðan allt afleita áhorfi sem sko algjörlega vonlaust að telja. Það alveg ótrúlega. Já. Þannig að auðvitað þarf keppnin að þróast í samræmi við það eða þessi viðburður að þróast í samræmi við það. Já. En mér finnst það kannski sem fallegast við hann að prinsipin hafa aldrei horfið, að þetta friðar viðburður. Já, þrátt fyrir að hafa nú komið hann einhver pólitík síðast. Það var alltaf pólitík í Eurovision, það hefur ekkert breyst, það hefur alltaf verið, en það ekkert að tala um það að það hafi eitthvað verið núna bara, það hefur alltaf verið. Já, alltaf verið. En prinsipið að þetta, árið 1956 settist það söngkeppni af því að þjóðir sem syngja saman ekki að berjast á meðan, skilur við. Þetta 10 árum eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar og þetta bara hluti af Evrópusamrununni, þetta hluti af Evrópuhugsjóninni. Já. Að sameina Evrópu í söng, sameina Evrópu á einhvern mögulegan máta sem sko vinaþjóðir og reyna að græða þessi sár sem voru náttúrulega, þetta voru hólsár. Þannig að í rauninni prinsipið á baku Eurovision svo óskaplega fallegt og það í rauninni það sem hefur svona einhvern veginn ekki horfið og það finn ég ennþá. Auðvitað þetta diplomasía og þetta pólitík og það rosalega gaman að komast inn í þetta og ég svona pólitíska dýrið í mér fær aðeins útrás í þessu og og ég var að segja við Rökku áðan, nú póstarnir byrjaðar að koma sko, menn byrjaðar að tala sko, byrjaðum við að tala saman svona þessi sem svona leiðum hópa þjóðana, hvað sé að gerast, byrja að frétta, fá þú veist og hvernig gengur hjá ykkur og hvað þið að gera og allir óska hver öðrum góðs gengis, allir vilja öllum vel, allir vilja öllum gangi vel, allir glöddust innilega því að Portugal skildi vinna, kannski ítalarnir einu sem voru dálítið fúlir og búlgararnir en að öðru leyti gleðjast allir innilega og Portugal að vinna í fyrsta skipti og svo segja menn alltaf við okkur, nú eru það þið næst sko, þú veist, þið eða Malta þið eruð eftir og þannig að þú veist, það einhvern veginn í alvöru vinátta og alvöru og það raunverulegt og svo þetta með að þetta sé svo lélegt og þetta sé sirkus og þetta allt saman sem maður sjálfur hérunni hélt svolítið að það væri þegar maður gekk inn í þetta hafandi einhvern veginn ekki alveg þekkt þetta nógu vel þá ekki segja að þetta nú meiri verður einhver djöfisvillisa og það alveg satt að það fullt af mjög skrýtnu fólki sem fylgist og í kringum Eurovision en fyrst og fremst þetta bara miklir atvinnumenn og þeir þá sem hafa áhuga á fjölmiðlum og áhuga á sjónvarpi og áhuga á skemmti efni í sjónvarpi þá þetta alveg gríðarlega athyglisverð viðburður og sjá bara bestu menn á sínu sviði vinna þarna bara algjör forréttindi. En það ekki einmitt bara merkjum þessa samstöðu að þarna einmitt skrýtna fólki líka? Bara algjörlega og það sko fullkomlega með það sem svo skemmtilegt alveg inn og menn að svolítið talaði sko að samkynhneigðir að fundi sér hérna pláss sérstaklega hommar bara einlega samkynhneigðir karlmenn og það svolítið, við vorum að ræða þetta núna á hinsegin dögum og það var einhvers að segja þetta bara fundum menn bara einhvern veginn pláss fyrir sig og það bara nákvæmlega þannig að það var allir velkomnir og þeir bara fóru að mæta og þeir hafa bara haldið áfram að mæta og hópurinn stekkað og það engin spurninga, það alveg rosalega mikið á hommum sem standa þarna fyrir framan sviðið en svo bara fullt af öðru fólki líka
fullt af bara allskins fólki sem fær bara áhuga á þessu fyrirbrigði sem Eurovision er og hafa gaman af 3 mínútna poplögum og reyna leitina hinu fullkomna poplagi, það er alltaf það sem þetta snýst leitina hinu fullkomna poplagi. Er fullkomna popla fundið að þínum mati? Já, ég veit ekki. Já, þú verður að segja okkur. Er það útiháttið með greifinum kannski? Já, útiháttið já, ég vil ekki segja það bara. Ég veist skilja nefna lag eins og Euphoria, það er nú ansi vel gert poplag og mitt uppáhalds Eurovision lag allra tíma Love Shine a Light með Katarina. Ég veit allavega einn mál sem deilir þeirri skoðum og það er hann Jóhannes Þór. Já, þetta eru alveg svakalega vel og þetta er bara vel samin flott poplag. Nína, skiljiði, þetta er bara, þú veist, af hverju lifir þetta? Ákaflega. Í síðasta skipti að því allir að tala Friðrik Dór þessa dagana. Euphoria og Heroes til dæmis, þetta eru bara við topp poplög. Þetta eru svakalega fín poplög og höfðu alltaf orðið vinsæl sem slík, það er engin spurning. Eigum ekki þá að gera eitt núna? Eigum ekki bara þakka kærlega fyrir komuna í dag? Já, búin að kjafta frá okkur allt. Mér langar samt að spyrja þig meitt. Hvað fannst þér óvænta glaðningin sem að gerðist þarna á sviðinu þegar einhver hoppaði upp á svið og sýndi á sér ákveðnar hliðar? Það kannski sem það var bara dálítið skemmtilegt en að öðru leyti var það kannski sem að dálítið sjokkerandi að öryggisgæslan skildi ekki vera betri en það að mann skildi komast upp á svið. Það var eiginlega svona sjokkið með að við alla öryggisgæslana sem við sáum hérna í Úkraínu. En það sýnir það að pláss fyrir alla. Já, ég veit það ekki. Það er bara mismunandi staðsetning kannski á þeim en það er annar mál. En við ætlum að enda þetta bara á Lóreen og Euphoria. Góð hugmynd. Eða það ekki. Og við bara þökkum fyrir okkur. Já, gaman að koma til ykkar. Takk fyrir komuna og Rökkvi Íslandsson og Jón Kristjánsson þakkar fyrir sig. Fræðiskir á endarunnið. Við heyrjumst næstu viku, verið sæl.